Komið sæl og verið velkomin í Gullkastið í boði Egils Gull léttöl. Þetta er tekið núna upp í kjölfarið af frábæri viku hjá Liverpool. París þeir var tekið að pakka saman, Tottenham þeir var líka að pakka saman. Úrslitin gefa enga með rétt að mynda þessu leikjum. Förum betur yfir það á eftir, en já, ekki kynna strákana til leiks, við erum að taka þetta upp eitthvað seint. Maggi minn, þú ert búin að vera í stað í Ströngu á Fylkisvelli, var ekki stemming í Árbænum? Jú, þetta var bara hörku fótboltaleikur og við lentum í smá hremmingum þarna í lok leiks að koma okkur viðtölum og þessi dótöldu, þannig að það gengur stundum svoleiðis, en það er orðið svolítið rokk í því að maður er alltaf að koma á fleiri íslenska fótboltavelli í Flórljósum, það er svona öðruvísi stemming og Fylkismenn voru að vígja Flórljósum í kvöld og það var alveg skemmtilegt og kannski leikurinn hafa nú verið frekar svona einliða, blikarnir pökkuðu þeim saman, en það er alltaf gaman að fara á völlinn. Nákvæmlega. Það er líka stemming á okkur núna, hörku stemming, þetta er svona, það er Egils Gull, en þetta er líka þriggja mojito að þáttur og þá er ekki jafn skipta okkur alla þrjá. Steini er staddur, hann er ekki helli núna, hann er staddur á Tenerife og við erum að tala um að það er partí á hótelbarnum, við erum búin að spjalla þetta fyrir þátt og það er búin að vera bangans alveg á blastunni græðan okkur, ég er bara rétt náðan Steina af ballinu, sæll og velkomin Steini. Hakka fyrir, bara Eternal Flame, bara nýhætt, bara mætti hakka, mætti halda það væri 80s þema í gangi, en hún er ekki núna og Magnús vinur minn á kopp.is sem er búinn að kalla eftir myndum úr hellinum, hann þarf að bíða aðeins, þetta kemur Magnús minn, þetta kemur. Nú er það Tenerife og bara hellirinn er lokaður. Sjaldan verið betri, ég heyri það bara á þér. Aldrei verið betri. Nákvæmlega, vindum okkur aðeins í þetta strákar. Maggi, byrja á þér sko, þetta var fyrsti Evrópuleikur Liverpool núna í rauninni eftir tapið í Kýf og er ekki hægt að mæla karakter liðsins og kannski þá gæði Kloppa eins út af því hversu lítið þessi staðreynd hefur verið í umræðinu, bara bæði upp á tímabils og náttúrulega núna tengsluð þennan fyrsta meistaradeildarleik. Það er engin merki þingu eftir síðast tímabil. Algjörlega sammálaður því og þetta var náttúrulega bara, þetta er svo sem allt prófsteinar á þessa stráka sem er að spila þarna og þjálfaran og það náttúrulega, við vitum það alveg að í þessum riðli þá náttúrulega klárlega PSG besta liðið svona pappirnum, þannig að þetta var alveg viðbúið að þessi leikur er eitthvað svona sem maður myndi svona geta ítt aðeins við okkur og fyrir leik var ég get alveg urrandi viss það hvernig þetta allt færi, því að það er enginn búinn að gleyma Kýf, það er bara kjaftað að láta þannig að menn séu bara að gleyma því og þetta tímabil núna í meistaradeildinni verður alltaf svolítið miðað við það er bara þannig og ég meina í leiknum sjálfum skulum ekki gleyma því að við svona högtum í gegnum þennan riðil í fyrir það var ekki fyrir að Steini fór og kippti sér í liðin með því að mæta síðasta leikinn í riðlakeppnina að við komumst upp úr þeim riðli og það að vera svona með þennan leik svona í höndunum eins og við vorum og spila svona vel lenda samtidig sama og við lendum í fyrsta leiki fyrra á móti Sevilla, vorum þá með unnin leik og gefum hann frá okkur 2-2 og það, þú veist að einhvern veginn, og aftur segja, það var einhvern veginn svona ég hafði ekki á tilfinningu við myndum klúra þessu, svo þegar staðan kemur 2-2, þá sátum við tveir ég og mágur minn og við vorum alveg, nóg eftir að þessu, við eigum eitthvað alveg inni sem og svo kom í ljós, þannig að ekki spurninga, þetta var alvöru verkefni að fá og allir virðingu fyrir einhverju röflund sem kemur alltaf hvað París voru lélegir og hvað deildinni Fraklandi slök og þetta verið vannmátt og eitthvað svona bull, það voru bara Liverpool frá fyrstu mínútu klárlega búin að vinna sína heimavinnu, fór inn í þessi svæðir sem eru veik hjá þeim og áttum náttúrulega klárlega að vera búin að gera út hennar leik miklu fyrr heldur en á 90+ og það þó að við séum kannski ennþá að sjá ákveðna svona þætti í framlínunni ekki alveg virka, að þá er ég algjörlega sammálaður því að bara þetta vera komin þarna, vera klárlega komin í svona leik þar sem við erum jafningjar þessa risaliðs fyrirfram og að stýra leiknum í framhaldi af því sem gekk á í fyrra, þá er það bara verulegu styrkur ekki bara fyrir Klopp, heldur bara fyrir leikmennina og fyrir klúbbinn allan. Ég heyrði nú einum sem var á leiknum í gær, það er alltaf að gera sig grein fyrir stemmingunni, hann sagði eins og ég á það allavega eftir að vera Evrópukvöld á Anfield, þannig að hann sagði völlurinn skoppaði og það var bara
allan tíman svaka kátínu og gleði, þannig að bara félagið bara komið á þennan stað í topp 6-8 standardin í Evrópu og sýndi það svolítið í gær að það ekkert flúk að þeir fóru í meistaradeildina, úrslitin við næg. Þetta var eiginlega bara, þetta kom manni svolítið bara, ég veit ekki beint á óvart en þegar maður horfir á þetta PSG-lið að þá er þið bara að setja gríðarlegan metnað og pening í liðið alveg bara frá afstustu línu bara alveg fram á völlinn. En maður hafði bara, þegar maður horfði á hana leikgerð, þá var bara þetta magnað að sjá hversu rúðlaus við vorum í rauninni við þá. Það var ekkert elsku mamma neitt og það var ekkert verið að bera virðingu fyrir einum en einum og þessi Neymar gæi, hann var bara eins og hver annar Premier League spilari hann inn á vellinum. Þannig að ég fannst eiginlega svona allt svona approach á leikinn virka þannig að við erum búin að koma okkur á ákveðinn stall í Evrópu og þar ætlum við að vera. Við erum á stalli hærra heldur en PSG. Hvenær hafa þeir komast í úrslitaleikinn í meistaradeildinni? En þetta líka steinir svolítið gott merki þessa þróun sem hefur á liðinu undanfarin ár. Meina fyrir 2 árum bara og jafnvel á sama tíma fyrir ári hefðu við verið töluvert hræddari við þetta verkefni heldur en í aðdraganda þessa leiks. Við fórum alveg sem jafningjar inn í þetta verkefni. Já, og bara algjörlega lausi við alla hræðslu. Ég meina við erum búin að mæta mjög stórum liðum. Bara horfið á Manchester City-liðið við hliðina á þessu PSG-liðið er bara svona jafnfætislið. Og við fórum algjörlega á nokkur hræðslu inn í þann leik og við gerðum það núna og við bara áttumlega, það kom mér samt bara eiginlega á óvart hversu mikið við dómir erum þennan leik og þessi úrslit eins og þú segir gefa bara enga mynd af hvernig þessi leikur var. Nákvæmlega, maður ekki eins og komst inn á sko, meiri hluti fjölmiðla umfjöllunar rauninni báða þessa leiki hefur svolítið snúast það sko, hversu óvanalega lélegt Tottenham var og það var alveg eins, ég lesi greinu bara hvað PSG bara spilaði ekki eins og fótbolta frá virtum blaðamönnum eins og Jonathan Wilson og slíku blaðamönnum. Mér finnst þetta að vera svolítið meira búið að fókusa þetta heldur en hversu mikið statement þessi vika var hjá Liverpool. Ég meina, hvernig horfðu þú á þetta? Algjörlega þannig, bara algjörlega þannig. Það er alltaf alveg kjánalegt að við farið út af þessum leikjum verandi bara með 2 mörk í plús og þetta kannski, þú veist, það sem mér finnst einhvern veginn, sko, og það sem að mér finnst orðið svo gaman, auðvitað held ég vegum með eitthvað ýmislegt inni, en það sem mér finnst bara að vera alltaf að vera einhvern veginn skýrar og skýrari hversu vel þessi leikir eru uppsettir. Liverpool fór inn á, maður sá eftir 10 mínútur í gær hvert leikplani var. Þeir ætluðu að fara inn í þetta svæði sem að Neymar skildi eftir og fara og flytja boltan þeim megin upp og koma svo hreyfingu á liðið. Þeir voru þarna á móti Tottenham í byrjun leiksins og í gegnum alla leikinn, þá setja þeir pressu inn á svæðið sem að áður en að boltinn kemur inn á miðjuna og þar með voru þeir bara búin að draga tennurnar úr þessum 2 sko risa liðum. Við skulum ekki, þetta er náttúrulega bara kjánaleg umræða hjá raunin eins og segir ótrúlustum mönnum að fara að tala það eins og Ferdinand bæði hamaði svo sem í leiklýsingunni í gær og aftur eftir leik að tala hvað hana voru fyrir vonbrigðum með PSG. Það var bara farið strax inn á þessi svæði sem að Kloppar og hans þjálfaralið var búið að spotta út og það var svo augljóst að leikmennir vissu bara frágengið og klárt hvað þeir ætluðu að fara að gera og ég meina, þú veist, miðjan í gær hjá Liverpool, ég meina, þetta er bara með betri frammistöðum bara sem að ég man eftir hjá 3 miðjumönnum í leik. Þeir voru, það talaður um Neymar, þetta eru engir aukvissar í sjálfu sér inn í þessu PSG-liðin á miðjunni, það var gjörsamlega að pakka saman og það var stanslaust verið að flytja boltan inn á þetta svæði og svo þegar þeir voru yfir eitthvað trend, þá var boltan bara spilað aftur, þannig að þetta var bara frábært upplegg í þessum leik og bara
ég svo sem maður hættur að svekkja sig á þessu þannig séð þessar umræði sem voru að vísa í Einar því að þetta auðvitað bara, það getur ekkert verið að liðin spila alltaf lélegustu leikina sína á móti Liverpool. Ég meina, Tuchel var ekkert að koma á Anfield til þess að tapa, við vitum alveg hvað gerði síðast og ég vissum að hann vil bara aldrei koma aftur á Anfield bara á uppbótartímanum það fara á þessu mörk, en hann var ekkert að koma í þennan leik til þess að leggja upp með eitthvað dæmi, þeir bara komast ekkert lengra og mig alveg eiga það að þetta náttúrulega fyrra markið algjört flúk og upp úr engu, en setna markið bara þessi einstaklingsgæði sem að París hafði í Mbappe og Neymar sóknarlega, en ég meina leikplani á Liverpool í þessum leik og við horfum líka á Tottenham-leikinn, bara sérstaklega ef við berum saman kannski það hvernig Tottenham tók okkur í fyrra, það bara held ég svona bara einhvern veginn svona þjálfara teimi finnst mér allavega að þetta teimi í kringum liðið er bara búið að bara step up their game, það bara það að Tottenham hafi ekki átt svar á móti okkur fannst mér fyrir en í uppbótartíma upp úr horni, ok, eitt einstaklega samtækja Lucas Moura í stöng og svo kemur París og basically á ekki breyka móti okkur út á vellinu, þú veist það bara að sýna hversu mikil gæður er bara komin í einhvern veginn þetta allt og það kemur mann ekki eins og Steini var að segja hann, það kemur mann kannski ekki á óvart, þetta bara orðin þessi gæði sem að maður bara gleðst yfir að séu komin og það bara ekki þannig að liðin velja sér alltaf það að spila illa mótið Tottenham, ég man ekki eftir því að ég var að lesa aðeins á netinu í kvöld svona meðan ég var að lýsa leikinn, ég sá það ekkert að Tottenham hafi spilað eitthvað rosalega vondan leik í kvöld, þó þeir hafi ekki gær segið þó þeir tapað fyrir Inter sko, en þetta orðin eitthvað svona mantra sem ég held að ef að liðin spila illa mótið Liverpool, það bara einfalt, það bara þess að Liverpool bara komin með, bara svona stíga fastar inn á það að sækja og veikleika liðana og það bara endi marsu það hvað liðið betra heldur en það var fyrir árið síðan. Steini, það líka, mér reyndar illa við að koma til þín Steini nema að þessi koma í annar lag í gang, þetta var mikið vonbrigði innslagi á það var einhvern röfluham í lobbyinu, en Það komið eitthvað lag núna? Já, þetta náttúrulega búin að vera hittar alveg bara á færibandi, sko. En Ég sakna Bangles, Vissulega, þú ferð á eftir þegar Maggi kemur inn næst og biður óskalag, en við sáum satt aðeins og viðbröðum París í leiknum að þú veist, bæði Thomas Tuchel, Munier og Silva, þeir voru ekkert að tala ofta, þetta var bara þeir tölu meira Liverpool og rauninu, Tuchel kom inn á flott kóta á Anfield og eins erum að sjá í kvöld Lyon að vinna City á útivelli. Já, franska deildin ekkert Mikka Mús kannski alveg eins og hafi notið. Já og nei, hún náttúrulega Mikka Mús deilda því að þeir vinna þessa deild alltaf með bara Einari. Það nú ekkert, já ok, ég þess ekki að fara á. En það Þessi var svo djúpur í föttu, var ekki? Nei, já, svo vondur þú að sláðu utan öllum. Nei, svona án gríns að þá vinnur PSG bara með sína peninga 9 af hverjum 10 skiptum í Frakkland eftir að þessi olíu fyrst að koma inn. Það bara staðreynd. Það alveg sem hvað þrefalt á næstu liði, sko. Já, og Monaco náðu að skjótast hann upp með algjört svona bara undralið hvernig þeir náðu að setja það saman. Það náttúrulega búið að tækla það í sundur. En ég held að sko 9 af hverjum 10 tilvikum þá vinnur PSG og þessi franska deild bara, eins og þú segir, bara Mikka Mús deild. Lyon bara með örfágóða leikmenn. En að sjálfsögðu, bara eins og í öllum þessum leikjum í meistaradeildinni, þá ekkert unnið fyrirfram. Og þessi sigur hjá Lyon á móti Man City núna á útivelli setur hlutin í ákveðið samhengi og að því þurfum við að virða alla þessa sigra. Við erum að fara að spila móti Rauðu-Stjörnum og þessir leikir eru ekkert unnir fyrirfram. Þetta verður allt erfitt, en það er bara nákvæmlega þetta. Það eiginlega bara hundfúlt að horfa á þessa fjölmiðla þegar talað aftur og aftur, alveg sama hvaða sigra við höfum verið að vinna og hversu hátt upp í skýjunum við erum og erum sjálfur að reyna að halda okkur niður á jörðinu svolítið. Það kemur alltaf þetta viðhorf. Já, mótherjinn átti afburðaslegt dag.
af hverju gerist það trekk að mótar í Liverpool eigi afbæraslagan dag? Gæti það verið eitthvað því tengt að við séum bara núlla út þá hættu sem að þeir bjóða upp á? Getur það verið út af því að menn eru búin að leggja leikina upp, rétt upp? Getur það verið út af því að bara við erum bara orðið fokking góðir? Maður spyr sig. Líka annars steini var, sko, mér langar aðeins að fyrir kannski skoða þessa framistöðu leikmanna betur sem að í þessu leikjum og það heldur betur umræða sem eftir að taka þar en hérna, þú veist, það voru allir nema kannski Thomas Tuchel sammála að Liverpool, sko, þeir áttu náttúrulega að vinna báðarleikina stærra. Mér langar aðeins að fara bara hratt yfir vafadrin í þessum leikjum út af því að ég fyrir að fyrst að hættur að skilja rángstöðurugluna, þeir svolítið að töðunar á mér og hérna, það eru 2 atvik, allavega rángstöðuatvik í báðum þessum leikjum þar sem að ég langar aðeins að fá því dómara input á. Þetta, þú veist, þá ég að tala þegar Mane dæmdi rángstöðar á fyrstu myndum mútið Tottenham og svo Cavani skorar, Cavani í fyrra markinu hjá París, sko. Þetta rángstæði báðum tilvikum eða hvernig voru þetta þér? Sko, ég reyndar búin að vera hérna bara á okkur skiptum hótel bara á Tenerife horfa á þessa leiki og hef ekki fengið mikið af endursýningum. Fyrir mér varandi Mane markið ef að hérna Tottenham kemur við boltan í því marki, þá þetta bara röng ákvörðun. Það sama gerist í fyrra, býr til nýtt atvik þá? Já, þá hann að reyna við boltan og ef hann nær að koma við boltan þá spilar hann Mane réttan. Þannig að ég ekki bara að sjá hvort að hann kemur við boltan. En ef hann kemur ekki við boltan þá þetta bara hárréttur dómur. Mér fannst endursýningin sýna það að Tottenham kom ekki við boltan. Það sem svona ég hef séð af þessu. Já, eins og ég segi, ég ekki búin að sjá þetta. Ég sá bara að hérna á Twitter að menn sögðu þar bara hefði dæmt þetta mark gilt. Þannig að þá fór ég að leggja saman 2 og fekk út 6. Já, það þá til ríf, sko. Já, nei, ef að Tottenham kemur við boltan þá þetta rangur dómur. Ef hann kemur ekki við boltan þá þetta rétt dómur. Varandi Cavani, þá náttúrulega allan tíman rángstæða. En ég held líka að það hafi verið rángstæða í fyrsta markinu hjá Liverpool. Ég reyndar ekki búin að sjá það oft en ég held að það sé ekki rétt í því. Ég ekki búin að sjá þetta oft en Wijnaldum var skuggalega, ég sé þetta bara hérna en Cavani algjörlega kolrángstöður og það marka hafði aldrei átt að telja. Hann reynir við boltan. En Maggi, ef við tökum þá sko, Sturridge atviki, hérna, hann dýfir sér í boltan og það lendir í samstuði við Areola en á undan í boltan, hvernig, þetta er fyrsta skipt sem sprotadómari gerir eitthvað held ég bara á ferli, bara í sögum fótboltans, varstu sammála þessum dómi eða hvernig? Nei, sko, nei og jú, sko, það var alltaf náttúrulega gott, hann skipti ekki máli að lokum því að þú veist, ef ég hefði verið í markinu, skulum orða það þannig, ef ég hefði verið þarna í þessum hönskum sem svo sem ekki líklegt, ég var ekki svo sem ekki nálægt í að spila leiki á Anfield, bara Þú hefur aldrei verið komin hann út í hérna bolta. Nei, en þá held ég nú það að í rauninni sko að þessi, hvernig Sturridge áttur náttúrulega bara að skora, auðvitað að gera það ekki, en það að fá sólan hann upp í nára er nú sennilega leikbrot sko en þeir eru báðir að dýfa sér í sama boltan og hann bara undan í boltan. Já, en þess, mér var svona, þú veist, þegar ég horfði á þetta, ég var hundsöktur í byrjun og sagði þetta, en svo einhvern veginn, og horfði ég á þetta eftirleik líka þarna, þeir voru aðeins að ræða þetta eftirleikin, þannig ég held að það var nú alveg réttlægt að þetta dæma, þetta var bara svo helvíti auðarlega gert sko, allir búin að fagna og dómarinn búin að standa í 7-8 sekúndur, þeir eru greinilega að fara að tala saman og meiri sé að þá var einhvern veginn svona hik á þessu öllu. En það held ég að hafi nú svona við alveg réttlætanlega dómur svona eftir að maður búin að sjá þetta hrikalega oft en það er kannski út af þetta sérstöðu að hafa verið í þessum hönskum að þegar þú farið inn mann sem hendir sér inn á þessum stað með sólan undan sér þá það nú held ég
held ég við Steinu hefði nú sérlega dæmt leikbrot ef að maðurinn hefði ekki verið í alröðri treyju sko. Ertu ekki að blanda steinin í þetta? Ég þarf að tala við einhvern annan dómara sem ekki drukkinn og einhvern sem ekki fyrirhundi markmaður. Það nokkuð ljóst. Ég var að kveika á hljóðinni hjá mér, það bara solid með Asphalt og Simpson. Já. En af því að ég, ef við kannski erum ekki með að gera að blanda saman, en ég alveg sammála Steina í því. Ég held nú að VAR hefði dæmt mark Liverpool nummer 1 rangstöðu sko, áður en að sendingin kemur það inn í stuttu áður. Ég nota benni alveg sammála því, bara, eins og ég skil reglundar þá er þetta alveg rangstæða. Þú skilur enga reglur. En hvernig Cavani sem er svo augljóslega rangstæða, svo alveg vita vitlaus ákveðna finnst mér, ég var alveg brjálaður eftir það. En svo kannski tölum við kannski stóra dóminn sem við sluppum við í Tottenham-leiknum seinna, við tölum við Tottenham-leikin. Nei, ég bara hreinlega gleymd að setja það í punktana. Það náttúrulega er alveg augljóst, við vorum bara heppnir þar og það sást í svona 3/4 endursýningu. Eitt Maggi sem við langar, þetta er kannski ekki beint vafatriði í leiknum, en bara áfram var þetta þessa markmannsumræðu sem að og punkta sem ég skildi illa var stuðningsmenn Tottenham. Ég sá einhver fan TV og þetta poppar upp á YouTube og búin að lesa hans þetta. Þeir tóku flestir Vorm að lífi eftir leikinn og hann var þeirra helsti sökutólkur. Hvernig horfið þau við? Mér fannst hann eiginlega þeirra besti maður. Ég sammála því, þetta er náttúrulega þessi umræðan svo vitlaus skilur mig þegar menn búa til eitt atvik í leiknum sem að sko auðvitað var þetta markferðilega auðlilegt hjá hann og kall Greyin að fá á sig. Ekki það reyndar að það var náttúrulega alveg ótrúlegt að það ekki verið dæmt víti þegar Vertonghen, þetta var svona alltaf því kynferðislega áreitni hvernig hann var að faðma Van Dijk í þeim aðdraganda. Við séð það er svakalegt að fylgjast með því, hann tekur bara með báðum höndum utanum og lætur sér detta á hann. En auðvitað á vorum að gera betur þar, en hann varði náttúrulega þarna í þessum leik 2-3 vörslur sem auðvitað maður kannski má segja að við hefum kannski gert honum lífið létt, en ekki spurningu það að hann bjargaði þarna með allavega tvígang momentum sem að enginn hefði getað skammaði fyrir að fá á sig, en þetta hefur orðið svolítið þannig að eitthvað 1 mark skilur mig sem að kemur til út af mistökum, mönnum eru velt upp úr mistökunum fyrir eitthvað því sem þeim gerðu vel. Það er ekki, stuðningsmenn Liverpool er ekki að gera þetta við markmennina sína, það er ekki verið. Alls ekki, en þetta er bara tilverðin eins og hún er, að menn finna sér, ná að finna sökutölg úr einhverjum momentum og þá grípa þér það, en það var mjög ósanngjarnt, ég sammálaði því að vorum með bara fínn markmaður og bara stóð sér vel í þessum leik fyrir utan þessi mistöku, það var einmitt voru með að þegar maður situr orðið og horfir á þetta alltaf þegar fór hans yfir þetta þarna á sunnudeginum, þetta er alltaf allan daginn átt að dæma víti sem enginn hefði þá talað mistökin hans í sko. Vorm er líklegast metnaðarlausasti markmaður sem hefur bara uppi verið síðan Carlo Coutinho. Já, þetta eru sérstakir tegundir, þetta er strákur sem er held að væri alltaf aðleiksmarkmaður í Hvernig ákveður þú bara þegar þú ert landsliðsmarkmaður hjá Hollandi og aðalmarkmaður hjá Swansea að verða bara underdog undir Hugo Lloris á Tottenham næstu 5-8 árin, whatever. Þetta er algjörlega metnaðarlaus gaur. Steini, höldum við fram, sko, kvöldið þegar 2 af bestu sóknarlínum í heimi mætast, þetta klárlega eru 2 af, allavega, þetta er ekki vendilega bestu, en klárlega í hópi með þeim. Segðu bara, bestu? Já, ég horfði kannski í Barcelona með þeim, en gott og vel. Ég meina, það er eins og Maggi kom inn á, þetta eru miðjumenn Liverpool sem stela senunni og kannski bakverður sem kom inn á seinna, en ég meina, þessi frammistaða hjá miðjunni, er ekki að horfa á þetta líka svolítið gott dæmi mikilvægt þess að hafa alvöru samkeppni stöður. Þeir eru allir að taka eitt level upp fyrir stöðar. Já, sko bara James Milner, bara hvernig hann hefur byrjað þetta tímabil, hvernig hann kom bara úr sumarfríinu sínu inn í þetta gaur sem ákvað að hætta að spila fyrir enska landsliði til að geta gefið allt sitt til félagsliðsins og hvernig þessi gaur kemur í 100% formi úr sumarfríi til æfinga og þetta er elsti maðurinn í liðinu. Hann er að sprengja alla á píptestum og það er eitt að sprengja menn á píptestum, það er annað að spila eins og hann hefur spilað þeirra með. Hann er bara búinn að vera gjörsamlega geggjaður. Og síðan var
frændans Henderson ekkert síður góður þarna. Þetta svona eins og við segjum, bara nice surprise hversu flott þessi miðjar og bara það að við séum að stilla upp Naby Keita á bekk leik eftir leik segir bara alveg nákvæmlega stöðuna á þessari miðju. Já, og sérstaklega í svona leik á móti París. Svona stórum leik, heimavill á móti Paris Saint-Germain. Þetta bara, menn eru búin að vera að gera eitthvað rétt. Það er alveg algjörlega ljóst. Maggi, það er líka eitt sem ég finnst með Milner sem að, sko, umræðan stundum aðeins á villigötu var að hann er 32 og lang elstur í þessu liði hjá okkur. Mér finnst þessi framistöður hjá honum ekkert eitthvað ævintýralegar út af því að hann er 32. Við höfum alveg séð leikmann á þessum aldrei verið í hörku standi, en ég meina, mér finnst eiginlega meira, þetta snúast meira eitthvað, hann hefur bætt sig alveg fáralega hjá Liverpool, sérstaklega eftir að fóra að fá þessa miðjustöðu sem hann kom upp alveg til að spila. Sko, bara sko, þegar ég saði svo sem held ég síðast að það segja, sko, að James Milner stefnir bara í það að verða bara alvöru Liverpool legend, því að þessi frammistaða þessi gær, bara heilt yfir var svo flott, þú veist, hann náttúrulega, ég veit ekki hvort þið er búin að sjá svo sem á Twitter í dag, hvernig hann tekur Neymar þarna með einni magnari tækling út við hliðarlínu, hann var að vinna bolta þarna inn á miðjunni. Takla hann uppi með stendballa, það var bara geggjað, sko. Og svo eins og ég var að tala áðan, að mér fannst þeir eru algjörlega geggjaðir allir þrír í því að flytja þennan bolta hratt á milli svæða, voru að pinna boltan á Trent endalaust í gegnum leikinn. Þú veist, ég veit ekki hvað hlup eiginlega og Milner auðvitað stelur mesta headlineinu vegna þess að við vorum alltaf kannski búin að afskrifa sem skotplayer og það er í dag lítur alltaf bara kjánalega út, hann hefur spilað heilt tímabil sem vinstri bakvörður, sko. Þannig að hans frammistaða alltaf bara í vetur er bara geggjuð og ég meina... En Maggi, hann er búin að vera undanfarnar í City og Liverpool, ég meina, er hann ekki svolítið að sýna líka, eins og hann kannski vildi meina, hann sóaði svolítið mörgum árum að ferðinu bara í rangri stöðu, hann hefur aldrei eiginlega verið á miðri miðjunni, sko. Nei, sammála því, og það var auðvitað ástæðan fyrir því að fór frá City var það, hann var settur út á kanta og var settur í svona stöður sem að til þess að uppfylla örugglega eins og ég las eitthvað spjall við Pellegrini hann fyrir einhvern tímann sem að Pellegrini var að tala hann var svolítið settur til höfuðs einhverja ákveðna aðstæðna í hinu liðinu og svo bara hvíldur þegar þeir gátu svona leyft sér að sækja, sko. Þannig að það er alveg ekki spurning að í dag hefur hann náttúrulega sannað það að hann er bara alvöru leikmaður í hágeða klassa á þessum staðinn á miðjunni og ég meina 32 ár eins og þessi gauður er að sýna núna, þú veist, sko 32 ár þá hefur reynslu til þess að takast á við allan fjandann á ferlinniðum og ef að líkaminn er í fullkomnu lagi eins og hann verðist í honum þá getur hann átt mörg ár, er hann ekki að reyna út að samningi sumar, ég er eiginlega viss um það einhvern tímann í vetur, fljótlega ég vil fá að sjá lengri samningu James Milner því að þetta er bara orðið bara verkefni fyrir bara sko, við tölum kannski það síðast líka fyrir Fabinho eða Ox-Chamberlain að horfa inn í það að vinna sér sæti á þessari miðju, þetta er bara orðin svakaleg samkeppni að bara fá mínútur á miðjunni á Liverpool, það er bara algjörlega augljóst, bara verður bara verra og verra með hverju vikunni að standa fyrir utan og horfa það inn. Við erum líka að tala það ekki að í sko Tottenham-leiknum, eru tveir stórleikir, hann er að hlaupa 13 km í þeim leik og sko mesti svona average speed og hann með efstur sko tölfræðilega að skapa færi líka og fyrirgefum öllum anskotanum í þeim leik og hann á svo þessa framistöðu á móti þessari sóknarlínu hjá París, þannig að þetta er algjörlega bara eins og ég segi bara það sem hann hefur alltaf hann er stóðsendingarkóngurinn í meistaradeildinni fyrra og þarna var hann, þú veist, auðvitað var hendur svona aftastur af þeim en hvað hann braut upp margar sóknir hvernig hann var að loka á þessa bakverði sem hann alltaf París hafa verið að nýta upp völlin þó auðvitað Daniel Alves var ekki í gæri þá var hann alltaf Munier alltaf flottur líka en hversu oft var hann að stíga inn í hlaupaleiðina þeirra hversu oft var hann að loka á það hann bara kann þetta allt og svo kemur hann nýta víti og bara klínir hann niðri þó var ég alveg farið í rétt hotn og hann aldrei breyka hann á þessum bolta þannig að þetta var bara pitch of a performance á Milner í gær og bara hann er bara hættur að koma óvart með þessi framistöðu og hans, þetta virðist bara að vera þannig að hann er bara, núna bara fyrsti miðjumaðurinn á blaði Liverpool Milner, svo rótar þetta Henderson, Keita, Wijnaldum eins og þetta lítur út núna og Fabinho fara að spila Capital Cup og kannski núna helgina í leiki sem á að hvíla hinna sko.
og við erum búin að sko Lallana er bara gleymdur í þessari öfnu sko. Pældi því, hann er bara týndur. Steini, sko aðeins áfram með þessu sko, ég fyrir leik sagði ég um þetta, ég held að þetta var akkurat leikur fyrir Keita og Fabinho sko, og svo kemur þessi framistæð, sko, þegar ég var að horfa á þennan leik, þetta er held ég sá leikur frá miðjunni á Liverpool sem hefur minnt mig hvað mest á miðjunni á Dortmund bara þegar þeir voru á hátindunum hjá undir stjórn Klopp, hvað pressuna var, þegar maður horfði á þetta Dortmundinu því líkri aðdáðan út af því að þeir voru svo svakalegir á miðsvæðinu. Ég meina við vitum alveg hvað það er sem að Klopp vill fá frá sínum miðjumenn. Það er bara vinsla, það er vinsla. Þeir þurfa að geta hlaupið endalaust. Það er, ég hugsa í rauninni ef þú ættir að pakka en leikmanni bara til að gefa Klopp í afmælisgjöf, þá væri það svona Milner típa. Leggur sig alltaf fram, alveg bara 100% og hann eltir alla bolta og bara vonlausa bolta og hina boltana og allt. Gefur endalaust til liðsins, skila sínu. Þannig að ég held að Klopp hafi bara í rauninni, ég ætla ekki að segja að hann hafi skrifað undir hjá Liverpool út af því að Milner var þar, en það hefur ekki skemmt mikið fyrir hann. Eitt líka á fyrirgefninni. Síðan má bara ekki gleyma því að bara Henderson, hann er bara ekkert ósvipaður. Henderson, hvenær hafið þið séð Henderson ekki vilja að fá boltan? Það má gagnrýna Henderson fyrir margt. Af hverju Steini á hann svona harða gagnrýnendur meðal stundsmenn að Liverpool aftur? Og hvað megum við gera mikið lítið úr þeim hópi? Bara töðunar á mér. Já, sko, ég skil ákveðna gagnrýna Henderson og ég held að sé ekki alveg honum sjálfum að kenna. Ég hef farið og séð leiki þar sem hann var að krossa boltanum bara 3-4 metra sendingar til hliðar við sig og tilbaka og aftastur á miðjunni og ég held að það hafi verið svolítið fyrirskipti. Ég fór á alveg bara ferlega fyrirháleikina á móti Swansea í janúar forðunda, þar sem að Henderson var ekki að gera gott móti í fyrirháleik, þar sem hann var bara að færa boltan löturhægt inn á miðjunni, ekkert fram, bara tilbaka og til hliðar. Ég held að þetta sé svolítið tilkomið út af því. En Jordan Henderson, við skulum heldur ekki gleyma hans hlutverki þegar við vorum næstu því að bara mann langar alltaf að gráta þegar við törum þetta og næstu undir þetta er svolítið seta að segja þetta svona. Mér finnst að hann er komin í það form aftur árið 2018. Málið bara að Jordan Henderson er gríðarlega stór partur og mikilvægur partur á þessu lið. Hversu oft heyrðum við það á sínum tíma að Steven Gerrard væri ekki fyrirliði frá framan af? Hann væri ekki nógu vókalinn á vellinum. Það eru bara Jón og Séra Jón hérna út í bæ sem halda að þeir bara viti það hver er fyrirliði og hver ekki. Og hvernig menn akta og annað slíkt. Ég hef margoft sagt það í podcasti að fyrirliði, það ræðst ekkert af bara hvort að viðkomandi hafi átt bara frægan pappa eða eitthvað svoleiðis. Það gerist með íslenska landsliði einhvern tímann. Þetta snýst miklu fleiri hluti og Jordan Henderson er bara fyrirliði Liverpool. Það eru bara allir sammála því. Hann er að stíga í stór spor Steven Gerrard. Og meira segja Steven Gerrard var ekki allra þegar var verið að tala fyrirliða tegnina. Þannig að sko ég bara næði ekki hversu stór hluti af stuðningsmönnum Liverpool er ennþá að níða skóinn af Jordan Henderson. Af því að þetta er gaur sem að gjörsamlega gefur allt sitt. Maggi, ég er ekkert alltaf mest aðdáðandi Wijnaldum á miðsvæðinni hjá okkur en sko hann var til dæmis valinn maður leiksins í leikskúslinni hjá okkur og er ekkert hægt að gagnrýna þar margir sem eru sammála því og ég sem velta fyrir mér, hann náttúrulega hefur byrjað tímabilið í rauninni bara með svipuðum hætti og þessi tveir, við erum búin að mæra Milner og Henderson alveg svakalega, sérstaklega til leikinn í gær, þá á hann alveg klárlega allavega heim í þeim hópin. Ég meina, er ekki að horfa til dæmis á það að hann hafi grætt hvað mest á brottför til dæmis Kahn, bæði eitthvað hlutverk var þar og náttúrulega spilatíma?
Steini, kemur svo þig? Jú, ég meina, það má alveg segja það þannig. Ég meina, Emre Can, hann var að fá mikinn spilatíma og ég reyndar, fyrir mitt liti var hann að fá of mikinn spilatíma svona með við hvernig staðan var á hans málum og Klopp er búinn að segja hreint út að hann vissi það fyrir löngu síðan að hann var farinn, en ég segi bara Wijnaldum, þetta enn eitt leikmann sem að virðist vera alltaf að fara að taka skrefið upp. Hann búinn að vera frábærinn upp á tímabils og klárlega er svona pláss fyrir hann eftir að Can fór, en við skulum ekki gleyma því heldur að Keita komin hana, þannig að ég held að Keita sé svolítið svona ég hugsa hann hafi reiknað með starra hlutverki inn núna strax þegar hann kom til liðsins. En sko ég held að því að við erum að tala um Wijnaldum, kannski aðeins að grípa það sko, ég held að hann sé bara doldið á sama og svipaða staðnum eins og kannski Milner sem karakter, því það engin spurning að ég báðum þessum strákum þegar Fabinho keyptur og Keita, þá voru þeir ekkert í einhverjum draumalegum, örugglega engum okkar, allavega ekki báðir, þannig að mér finnst Wijnaldum bara að hafa stigið bara gríðarlega upp í því sem að mér fannst svolítið vanta hjá honum í fyrra. Það að vera bara afgerandi sem hann ætla að gera, það komið leikir sem hann greip moment og var það, svo komið bara leikir sem hann bara fissaði einhvern veginn út og hvarf, en hann eins og í leiknum í gær, þá var hann svo sem eins og allir alveg gríðarlega yfirferð og hann var þegar Robertson var að koma upp hans megin, það var mjög oft overlappan, hann var komin í teig þegar boltinn var hinum megin, þannig að það bara þetta drive sem ég held að bæði hann og Milner hafi bara átt að sjá þegar þessi leikmenn voru keyptir, þeir bara fengu bara eitthvað stórt challenge og bara virkilega stigu upp, og það bara, eins og við erum að tala um einmitt Lallana áðan, eða það að við séum ennþá búin að vera með Fabinho heilan og hvað það var leikur númer 7 á tímabilinu og hann búin að spila núna 3 mínútur í þessum 7 leikjum, gauður sem kostaði 40 milljónir, það bara staðar sem að bara enginn var að pæla í, talandi um þessar neikvæðinu og umræðu, hún samt aðeins að lækka, það bara, ég ætla ekki að vera leiðilegur, ég meina, ef einhver ætla núna að fara að gera eitthvað að því skóna að þessir 3 sem að voru á miðjunni í gær ekki fullkomið erindin á miðjuna í bara í öllum leikjum Liverpool í vetur, þá það bara eitthvað skrítið, ekki það að þeir munu aldrei spila alla leiki, en Henderson, við steinum að tala um ána og við erum að tala um Milner, Wijnaldum, þetta bara gæða leikmenn, þetta bara gæða knattspyrnumenn sem bara eru bara full sæmdir af því að spila fyrir Liverpool, svo erum við bara komnir með þann góða bara kosta að eiga þennan flotta leikmann í Keita og ég alveg sannfærður að Fabinho þetta skilja hlutverki í vetur, en ég sé alveg Fabinho og Keita til þess að vera miðjumenn okkar í lóktíðanbyrjins, þetta er það sterkur hópur sko. Já, ég alveg sammála því, þetta verður vonandi 60 leikja tímabil, þannig að í Guðs bænum, þetta orðið bara pínlítið svona, það er alltaf verið að leita nýja Lukas Leiva sko, sem áttu okkur á því, líkilmaður í flottu landsliði í dag, ekki verið fótboltamaður en það, að eins og Steini var að lýsa þegar menn fara að rakka Henderson niður, er það ekki bara út af einhverjum enn ekki söndi bíómyndum fyrirliðana sem að standa gargandi í einhverjum bíómyndum, í einhverjum loka momentum og bara brjóta svoleiðis alla múra af sér, þannig að það spýtast tár úr öllum leikmönnunum og konur hníga bara í yfirlið í hvað eru mikið flottir að tala. Þetta bara löngu dáin staðreynd, ég meina þetta ekkert svoleiðis að þú að búa til, þjálfari ekkert í dag að leggja þar byrðar á einn leikmann af 11 og hann eigi að draga menn upp úr einhverju skotgröf og vera bestur í öllum leikjum, það ekkert þannig, en ég veist þetta svo oft verið einhvern veginn svoleiðis dæmi eins og Steinir að lýsa með Gerrard, þegar menn voru að hann engin helvítis fyrirlið, þetta alltaf bara, mínu viti bara svo kjánalegt, og þannig að við eigum ekkert að þurfa að detta hon í það að til þess að koma okkar að leikmanni, því að ég finn það að félagi mínu margir fíla Keita alveg í drast,
þá alltaf að fara að tala að hendi svona Vínaldi niður því að Keita sé bara svo miklu betri en þeir, hættum þessu bara, þetta bara fjórir frábæri menn allavega. Stoppaði þarna, þetta er fínt seggu yfir aðeins í næsta punkt sem ég langa að koma á þig, tökum aðeins umræðan Sala, ég viðurkenni þetta, mér finnst hún víðáttu vitlaus en í kjölfarið þessum 2 leikjum, en eitthvað til að hafa áhyggjur af, finnst þér, varðandi hans bara byrjun á tímabilinu? Já, ég meina, já, ekki langtíma áhyggjur held ég meina komið góður, þetta gæða fótboltamaður, ég móti í Tottenham-leiknum og aftur í gær, þá hann að koma sér í flott færi. Ég viðurkenni það að eftir rangar ákvarðanatökur í Tottenham-leiknum, þar sem hann var að skjóta, þar sem voru 2 menn lausir sitt hvorum megin við hann, þessi hræðilega sending sem býr markið til hjá Paris í gær, hann er ekki á þeim stað sem við vitum hann getur og bara frábæra við það að Sturridge hafi skorað þarna í gær þó hann hefði getað skorað fleiri og Sindri, var flottur í pressunni í 60 mínútur þá hann var sprungin, það finnst mér alveg bara, það má alveg skoða það aðeins að kippa honum tilbaka og pínlítið bara að leyfa honum að safna einhverjum kröftum. Ég sá einhverjum mynd í gær að það svolítið verið að teipa honum axlirnar og þetta Egyptalandsævintýri er erfitt. Þannig ég hef alveg, ég hef alveg áhyggjur af því að hann er ekki að fýra á öllum sílendurum í haust en þessi dómsdagsspá það að hann var bara eitthvað, ég sá einhver í gær vera að skrifa eitthvað one season of wonder og eitthvað svoleiðis, það er auðvitað bara tómt kjaftaði. Það er líka út af því að þetta hefur ekki alveg verið skorað 1 mark í öllum leikjum út af því að það hefur verið að tala skoða allar líkamstjáningar, svipriði, hann var brjálaður eftir að fyrir mínu skoraði var einu umræðan og eftir Tottenham-leikjum voru þeir ekki vinir lengur hann og Mane út af því að Mane sendi á Keita einni sókninu, þetta er allt eitthvað svona bullið. Og þetta er alltaf mínu viti bara pappakassa kjaftaði í rauninni, menn að búa til fyrirsagnir, og þegar ég er að segja, svo ég twittaði ekki einhver viðbröð með það, komið tíma á hvílan, þá var það ekki til að vera dröll eitthvað yfir, heldur bara að þess að kippa honum eitthvað tilbaka og íta honum inn í aðstæðunar það bara einhvern veginn aftur, því að við skinniði einhvern veginn á honum, hann sé ekki alveg komin í þennan gír sem að við vitum hann getur og við vitum að ég er alveg sannfærður það að hann mun koma, ég meina að því við verðum að tala þetta, fyrir mínu var náttúrulega frábæra mótið Tottenham og svo geggjað þetta mark sem hann skoraði í gær, þannig að hann er alveg komin tilbaka og það getur bara vel verið að Salah detti næstur inn, en mjög góður að fara að búa eitthvað svona til að hann hef ekki viljað að gefa Mane því að þeir var ekki vinir, þetta var að kjafta, þetta voru bara rangar ákvarðanir, en mér finnst hann vera búinn að taka þær svolítið í síðustu 2, 3, 4 leikjum og þá er mínu vit ekki það því að aðeins kippa honum tilbaka, klóra honum aðeins bak við eyrun og íta honum inn aftur. Er þetta ekki bara frábært mæki? Núna loksins er breska pressan farin að búa til sögur okkar menn. Hvað þýðir það? Hárrétt. Það þýðir það að við erum orðin hættulegir. Mennum er ekkert sama. Nú erum við að mála skrattan á vegginn bara allstað. Við höfum bara séð þetta með allar þessar sögur, alltaf í kringum Manchester United, í kringum Manchester City og í kringum þessi topplið, að við séum komnir á þann stað er bara frábært. Bara tökum þetta bara og hendum þessu bara aftur fyrir öxlina, bara verulega flott. Mér finnst þetta Steini svolítið nefnilega þessi umræða hugsa út í svolítið svipað til Mane á sama tíma jafnvel í fyrra og allar undirliggjandi tölur hjá Salah þessu leikjum. Fyrir það fyrsta hefur hann skorað 2 mörk og hann skoraði í gær mark sem var mjög óheppinn, bæði dómarinn og línuvörðurinn dæmdu þetta mark og það var bara sprotið sem að loksins að hafa eitthvað að segja og allar undirliggjandi tölur færi sköpuð, skot á markið, hann er efstur í mörgu af þessu og lykilsendingar, þú veist. Það er þetta sem mér finnst svo pirrandi að umræða því að við erum að horfa á Tottenham og Paris sem eru líklega 2 af bestu varnarlínum sem hann mun mæta í vetur að ég held allavega pappir. Ja, ég vil fá að nota tækifæri að leiðrétta einn bara mjög leiðilega misskilning varðandi brotadómarana. Bara að því við erum í þessu. Ég veit að þeir eru með mikrofón og þykjast tala og þeir eru með mikrofón og þeir mega ekki gefa bendingar. Þeir eru reynda að byrja að gefa bendingar núna bara í hotdán og stíkt, en bara þeir eru með. Nei, þetta er vínandi vitleysa ef við fáum vídeódómara. Ég ætla að gera lítið brotadómara á alveg þangað til þetta hættir þessu vitleysa.
varðandi Sarabassa, að þá verður það ekki af honum tekið að hann að byrja þetta tímabil mjög svipað á síðasta tímabil. Hann að fara mjög illa með góð færi. Leikurinn í fyrra, það sem við töpum 5-0 á móti Manchester City, þar var Sala búinn að fara mjög illa með mörg dauðafæri áður en að manni ekki núta. Þannig að hann bara nákvæmlega sama staði fyrir hann. Ég hef bara nákvæmlega heldur engar áhyggjur af hann, bara heilt yfir. Hvað varstu? Við höldum áfram Steini framlínuna hérna, þetta náttúrulega klárlega einn af hápunktum vikunar þessi endurkoma hjá Sturridge. Ég meina við erum að tala þetta leikmaður, við náttúrulega verið ágætlega fylgjandi þegar hann heill, en þetta útgáfa sem hefði heldur betur hjálpa okkur til dæmis bara á bekknum í Kýr þegar að Sala með. Já, ég held reyndar að hann hefði haft lítið impact í fyrra. Nei, ég meina þessi útgáfa af honum, skilur við. Já, algjörlega hárrétt, af því að ég held að þetta West Bromwich Albion lán hans hafi svona slegið hann bara fast utanundir. Bara alveg bara verulega svona bara hvar ætlar þú að vera, drengur minn? Ætlar þú að vera í þessu? Ætlar þú að vera bara í botnbaráttunni sem ykkur svona sæmilega stór fiskur eða langar þig að halda áfram á hæsta level? Hann með getur í þetta. Það allir samanlega. Hann með getur í þetta. Ég sagði það nú reyndar að það alltaf erfitt að meta menn á þessu undirbúningstímabili og sérstaklega Sturridge, en við sáum það allir að þegar hann kom inn í þessa leikina, hann var miklu meira fitt heldur en allir aðrir. Ekki allir aðrir heldur flestir. Ég tek Milner út fyrir sig. En já, og hvað hann sjálfur bara alltaf, sko. Já, þú sást bara á honum að hann var búinn að leggja eitthvað á sig í frítímanum sín. Hann var búinn að hugsa allt sumarið og hann var búinn að þjálfa allt sumarið. Þetta sjáðu bara Sturridge í dag. Það allt annað fitness level á þessum dreng heldur en það hefur verið áður á þessum sama tíma. Hann bara á allt öðrum stað. Þannig að vera með þennan gaur, með þetta mikil gæði, með þetta mikla hlaupagetur og sýndi í þessum leik 11,2 kílómetra í þessar 70 mínútur. Þetta bara geggjað. Það bara Milner level, sko. Þetta bara Milner level og þetta maður með þessa getu í löppunum þar fyrir utan. Þetta þreyttasti punktur sem var til í fótboltanum bara þetta new signing dæmi. En ég mjög góður. Ef þetta ekki svona ígildi new signing, hvað þá? En þú sér líka hvernig Firmino kemur inn og óþreyttur og það bara, maður sér það alveg, þú veist, ferskar lappir sem að klára hann að leik. Ég ekki að draga neitt úr því hversu ógeðslega vel gert þetta var hjá Firmino, en það hjálpaði þetta betur að fá hann óþreyttur og Shaqiri svo sem líka, sko. Það gott og vel að fá inn ferskar lappir, en að fá inn ferskar hæfileikara lappir, eins og þessir gaurar eru með. Það eitthvað level sem við höfum ekki verið að spila með. Að geta sett inn menn sem eru með þetta mikla hæfileika í löppunum á sér og á þessu tímapunktum leikjum. Það bara eitthvað sem við höfum ekki kynnst. Maggi, sko, endum við aðeins á yfirferðanum liða á varnarleiknum að sjálfsögðu, sko. Ég förum að taka umræðan vörnina okkar bara upp eitt level. Ég meina þau fyrir að stækka svolítið stóru prófunu sem að Trent Alexander-Arnold og Andy Robertson eiga eftir, bara áður við getum að fara tala þá meðal þeirra bestu í sínum stöðum í heiminum og eftir kvöldi eins og þetta, þá finnst mér við bara vera að horfa á eina bestu varnarlínu heimsfótboltans vera að fæðast, sko, burtséð frá þessu mörkum sem að fá á sig í þessum tveimur leikjum. Ég meina, ég far off? Nei, alls ekki, ég svo sammálaður. Ekki þá, næst þegar Trent fær þessi skilabóð, þá ég viss það að hann áttir að skila fleiri sendingum en á samir eða kannski einan sem maður gæti svegt sig á var það að hann fékk svo sem næði til þess að senda fleiri bolta heldur bara það sem að skilaði okkur markinu þarna, sko. En ég meina að bara þessi framistæðir í gær náttúrulega var bara geggjuð fannst mér og meina
við byrjum aðeins á honum, þú veist, minna, það var alveg vita frá byrjun að Neymar var ekki að fara mikið tilbaka, þannig að hann fékk boltana bara stanslaust yfir til sín, en hvað var Neymar, ok, Neymar leggur upp þetta markaðn eftir mistöki á Sala, en hvað var Neymar að gera í þessum leik, þurfandi aldrei að fara tilbaka, hlaupandi ykkur að 6 kilometra, hann var ekkert að gera verið, leið og Trent búin að missa boltan, þá var hann mættur í varnarstöðuna og hann hefur bætt sig svo gríðarlega þar og ég meina hann skildi bara Neymar eftir, það leiði bara að vera fram að engar áhyggjur á hann og svo að því hann einhvern veginn var bara vissi bara það, hann er komin þegar hann kemi bara, þegar bolti verið komin, þá myndi hann ná að vinna hann tilbaka og ég meina þessi strákur, þú veist, ekki það, maður er svo sem alltaf tekið eftir honum og þegar hann var að byrja sem bakvörður, þú veist, verður búin að vera kantmaður og jafnvel á miðjunni hjá unglingaleiðunum, þú veist, þá var ef ég alveg sagt, þú veist, að flottur sóknarlega þarf að bæta sér varnarlega, það er bara búið, þú veist, þessi strákur er bara stíga þvílíkt inn í það að vera bara ekki eldri en þetta, orðin bara leikmaður á bara háu leveli og ég held að Klein verði seldur bara í janúar, því hann á ekki breyki í hennar strák, það er bara þannig og bara ekki, það var aldrei seldur í janúar. Nei, ég segi svona skilur mig, það er allavega eitthvað spurningu það, sko, einmitt talandi one season wonder eða hvað það er ekkert svoleiðis í gangi þarna, þessi strákur bara, veist, það að hann er engin asni, hann spila líka FIFA og veist, hann fylgjast með fótbolta, þannig að hann er að spila við Neymar og við hvernig sem okkur líst á það, þá eru Neymar, Ronaldo og Messi svona menn sem að þú veist, þú getur alveg bara orðið pínu stressaður yfir því að fara að mæta þeim og bara frjósa eitthvað, en þú veist, bara frá mínúti 1 þá var alveg klart mál að hann vissi alveg hvert leikplani var og hann er ekki að standa sig og það gerði hann ekki um allan leikinn og hinum megin er Robertson náttúrulega bara þessi orka sem hann hefur er náttúrulega bara svindl í rauninni að vera með bakverð sem er á hvort það voru 87. mínúti allan við vorum búin að skora rétt áður en að við skorum og þá er hann vinnur á bolta í vörninni, sendir hann á miðjuna kemur einhver einn sending og þá kemur aftur í vinstra megin og þá er hann búin að taka einhvern 70 metra sprett bara á mínútu 88, 9, 90 hvað það var til að segja sendingin í boxi, þetta er náttúrulega bara þetta er þvílíkur kostur að hafa að vera með á og allavega enn sem komir virðast þeir hafa þvílíka orku til að spila þetta þó þeir séu að vera þessu háu tempo því að þú veist með virðingu fyrir öllu, þú veist eitt sem að menni eftir að mæla sem er ekki langt í að muni koma er náttúrulega það að menn fara að mæla sko meðal hraða þessar að hlaupa sem menn er að hlaupa, þú veist, hlaupin á Milner inn á miðjunni 11 km eru svona hlaup sem þú ert kannski á svipuðu tempói en þessi bakverðir eru bara eins og hotnamenn í handbolta sko. Þeir eru að taka sprett í völlin fram og tilbaka og svo svolítið að stoppa þannig að þetta er orðið veistu mig maður dettur ekkert mikið hraðari varnarlínu hug þannig að Robert, það vant eitthvað Gómez er alveg með þeim líka sko upp á hraðan ekki algjörlega og Löfrin hraður líka og það, veist, þetta er þetta bara þú veist, við vorum að tala uppleggi á glöpp þetta þýðir að við getum farið með hátt með varnarlínun okkar þannig að við getum verið að íta þeim ofar því að þú veist, þó það sé að koma langar sendingar eins og var það í gær þegar þessi gaurar, þessi strákar í bakvörðunum eða jafnvel í hafsendunum lendi 50-50 sprettum, við erum bara að vinna þessa spretti 50-50 spretti, við bara tökum þá og það er þetta fyrir Klopp sem vil spila þessa hápressu að geta gert það er alltaf bara algjörlega teknað upp í bókinni, það er bara algjör snill. Steini, við sjáum til dæmis tölfræði frá þessum síðasta leika móti Tottenham að það Liverpool þú veist, hún er bókstaflega besta vörnin, það búin að fá fæst mörk á sig síðan, það eru 129 mínútur milli marka í deildinni sem er það besta. Ég meina, hvað var það sem við pinpointuðum að gæti verið væri staðurinn sem við þyrftum að bæta liðið, það var tilbaka. Ég meina, það er allir bara sem hafa horft á fótbolta síðasta 1,5 árið sammála það að sóknarlínan hjá Liverpool er bara mjög sterk. Það væri gaman Steini að hlusta á þáttinn ef okkur verið sagt að til að bæta vörnina að fengi við bakvörð frá Hull 19 ára bakvörð 18 ára í fyrra sem sagt og 21 árs miðvörð Gómez sem bara mittur í 2 ári bara hafði Armageddon sko. Ja, reyndar, það eru ólíkinda hlutir hérna, ég meina og Trent Alexander-Arnold sem var bara kjúklingur svona fyrir rúmu svona 1,5 ári síðan þannig að
Og þessi svokallaði brasilíski markmaður sem vist algjörlega reynslulaus hefur aldrei staðið markjáður. Þannig að þetta svolítið magnaður uppgangur. Við reyndar töluðum mjög oft Býta eftir einu, Maggi, þú líka farin að dansa? Alls ekki, en ég svona farin að dilla mér. Þetta að koma. Þú ekki eftir einu, nú komið alveg rífandi stemming bak við. Já, ég heyri það. Og ég bara hlusta á ykkur tvo, sko. Pælið því, ég heyri ekki það þessu. Þið heyri miklu betra heldur en ég. Alveg potið. Nei, sko, við skulum ekki vanmeta þessi kaup í Virgil van Dijk. Við trefum þetta, töluðum þetta bara margoft hérna, löngu áður en hann var keyptur, árið áður en hann var keyptur. Þetta svokallaða lím. Þetta enn ein klisjan, límið í vörnina. En hversu mikið hann að spreða út af sjálfstrausti í kringu sig, það bara alveg magnaður fjandi. Og þetta náttúrulega var það helsta. Við vorum alltaf á nálum þegar við fengum fast leikaratriða. Það ekki mjög langt síðan. Bara að fá þennan turn í vörnina og þetta góður í löpunum og þetta mikil skipuleika í vörnina hefur bara gjörbreytt þessu. Og þetta sá punktur sem við gátum hvað mest bætt. Og núna komandi inn í þetta tímabil með akkurat eins og segir, með Virgil van Dijk sem var aldrei fyrir einhvern hólbakvörð sem náttúrulega búin að sanna sig út fyrir ósonlagið, með Joe Gomez notabene sem hafa búin að vera meiddur í ykkur 2 ár, hraður og búin að byrja þetta tímabil stórkostlega og síðan hennan ungling sem varla neitt vissa fyrir árið síðan. Þetta náttúrulega bara fáránlegt að segja það, að á einu ári að þetta sé að vera einn besta varnarlín sem við getum hugsað. Nákvæmlega. Steini, endum þetta á aðeins á Southampton pælingum, sko, ég ekki ennþá farin að treysta þessu Liverpool-liði fullkomlega, þráttur til dæmis svona frábæra viku, og þetta nú allt í áttina samt, sko, en til dæmis fyrir þessa helgi ég meira stressað fyrir Southampton en til dæmis fyrir Napoli úti í meistaradeildinni. Hvernig leggst þetta í þér? Já, ég cirka meira stressað fyrir þessa minni leiki heldur en stóra leiki. Það var svolítið ennþá þar. Já, það eiginlega svolítið bara óþægilegt hversu mikið maður þar. En ég það alltaf að byggjast upp meiri trú á þessu lið okkar og ég bara svona, þegar maður horfir á liðið og hvernig það að spila boltanum sínu milli einhvern veginn á allt annan hátt heldur en við sem höfum séð undanfarin á. Það einhvern veginn svona tilfinning sem þú færð að þeir hafi svo mikla trú á sjálfum sér. Þeir þekki hvort annar orðið svo vel að þeir komnir á okkar annan level heldur en þeir voru fyrir 1, 2, 3 árum síðan. Þannig að ég held sveimi þá að það hafi verið að slá þessa gömlu grílu burt úr mann. En ég alveg með því að reyna því að það alltaf svona smá óróttilfinning en hún að minnka. Hún minnkar. Og ég bara, ef við færum núna og tækjum þennan Southampton-leik svona samfærandi, við værum að senda svo hrikalega stór skilaboð út í fótboltaheiminn, það hálfa verið hellingur. Maggi, við sjáum líka, sko, að tekið til dæmis, fylgistundum með, sko, 38 leiki á svona rúllandi tölfræði hjá Klopp, síðustu 38 leiki sem náttúrulega heilt tímabil. Við erum núna á 82 stigum sem það mesta sem náð. Markatalinu pluss 55 mörk, þú veist, það gefur svolítið til kynna eins og Steinar talma. Við erum búin að taka skrefið upp líka í þessum leikjum, þú veist, eins og þessi leikur til dæmis, þetta ekki nýlegar en við náttúrulega töpum til dæmis fullt að leikjum í fyrra móti nýlegum og við töpum alltaf mörgum stigum á Anfield í einhverjum jafnteflum. Hvernig leggst þetta í þig, sama pæling og áðan?
Já, ég deili alveg skoðun með það er svona, maður ekkert alveg ennþá komin á þann staðinn að vera 100% klár en klárlega að færast þangað og ég held að ég svo sem horft aðeins á smáðu Southampton liðinu í þessum köflum og eðlilegur leikur hjá okkur eiga að vera 3 örugstig á Anfield því að Southampton ennþá í bölvuðu basli með margt og bara mánudagskvöldið þar sem missa unnin leik niður með svona kjánalegum ákvörðunum. Það voru mjög sprækir í klukkutíma það. Já, í klukkutíma og svo bara einhvern veginn fissaði út. Besti leikmaður í þessu leikum sem ég sé by far mun ekki spila móti okkur. Ings búin að vera mjög öflugur hann upp á topp hjá þeim, þannig að þeir þurfa að bæta það upp. Að því sögðu þá auðvitað munu væntanlega einhverjir, það verður væntanlega einhver rotation núna á liðin okkar. Ég held að með annað augað á þessu næstu viku jafnvel þó það er ekki deildabikarleikurinn á móti Chelsea næstu viku þó vissulega einhverjir getur komið þar inn þá held ég við gætum alveg séð það fyrir mín og virðist lítið hafa getað æft eftir Tottenham-leikinn ég er ekki viss að hann verði látinn byrja og þannig að jafnvel kannski verður eitthvað fært til á miðjunni allavega Keita kemur inn held ég fyrir einhvern þannig að auðvitað er svona einhver smá tilfærslur í liðinu sem að ég held að við sjáum helgina en munurinn kannski núna bara segjum það að þeir myndu vera pínu brattir og hvíla Mane og Firmino og setja Shaqiri inn á með Sturridge og Keita kemur inn fyrir Milner jafnvel að setja Gómez út í bak og hvíla Trent þá erum við bara með leikmenn sem að það að Trent sé búin að hlaupa rosalega mikið ef að hvíld þá bara kemur Matip inn og Gómez á bakverðin allar þessar breytingar breyta ekki þeirri staðreynd að við erum með gæði til þess að klára svona liða svo Southampton og mín trú er alltaf svo að liðið svona dísilvél hjá okkur sem að keyra sig í gang og úrslitin í tölum ekkert mikið að breytast en frammistöðunar á móti Tottenham og móti París eru það langbestu í vetur og miklu betri heldur en Leicester-leikurinn eða þessi leiki sem voru þar undan þannig að frammistöðunar á móti Tottenham og París kannski íta undir það hjá manni að syngið og mótjóð komið tilbaka við þurfum bara að fara að klára færin okkar til þess að svona stíga það skref þannig ég held að við séum að fara að vinna leikinn helgina bara já, við ætlum ekki að bakka verða á en ég held að það verði sólið sigur helgina. Það líka geggjamæki að sjá hópana hjá Liverpool á móti Tottenham og París og við erum með miklu betri bekk heldur en París og líka betri bekk en Tottenham í báðum þessum leikjum. Alveg sammála það er bara og mér finnst alltaf að því þegar maður liggur og veltir sér yfir þessum þáttum að því við vorum að tala við frábæran viðmælanda síðast Boga Ágústsson sem var svolítið að verja það að Tottenham hafi ekki keypt leikmenn en bara pælið í því kannski það að eyða 40 milljónum í Fabinho ef það verður til þess að James Milner æfði eins og kvikindi og Wijnaldum stígur skrefið upp þá er þetta eitt af því sem hann gerist þegar hann kaupir leikmann og Tottenham klárlega vantar svoleiðis ferskleika að Klopp búin að tekna einhverja hluti upp það vita allir einhvern veginn hvað þetta og Tottenham komið í svona einhverja fastar skóli sem ég held að verði þeim bara pínu erfitt þannig að það heldur betur engin ekki að tala að hrósa þeim fyrir að kaupa einhverju núna til síðust og leiki það er alveg brjála já og ég meina það er bara eitt af því sem að bara klárlega hefur gerst það að við getum núna hent inn á mönnum sem eru bara virkilega að geta breytt leikjum og auðvitað getum við ekki talað fyrir mínu sem varamann en það er varamaður sem að tryggja okkur sigur í leikum móti París Saint-Germain í gær og Shaqiri kom flottur inn öflugur og orka í honum og þetta er bara ein af þessum breytingum sem hefur verið að gerast svona gegnum tíðina hjá okkur og bara það að við séum ekkert að býða til Adam Lallana alltaf gigantísk breyting á 18 mánuðum og leikmaður sem við Steini vorum að lofsengja þetta fyrir 2 árum, hann er ekki að koma inn á honum í 37 mínútur í leikjónum í dag, þetta er bara geggjað, þetta er bara frábært og svo ég segi það að jafnvel þú myndir hvíla einhverja 2-3 leikmenn helgina þá eru bara komnir þarna menn inn á sem að bara eiga að skora mútið Southampton og það er líka frábært að Sturridge skildi hafa nýtt sénsinn sín í gær til þess að láta bara minna á sig og láta líka Sala og þess að gauðra að vera á tánum því það skiptir máli þegar það er í liði að
og þú finnir til þín og þú þurfir að bring your A-game í alla leiki, þú veist, það skiptir bara máli og það klárlega staðan hjá Liverpool núna ef menn fara eitthvað að droppa niður í framistöðum og gæðum, þá bara kemur einhver inn. Steini, klukkan 1 á Tenerife og þú ert í núverandi ástandi, þá ætli að fá þig til að hvaða breytingar verða á byrjunliðinu, þú stillir upp liðinu, það sem þú segir núna það gildir á laugardaginn. Já, ok, alltaf bara að faxa þetta. Það kloppar að sjálfsög að hlusta, þú veist það. Herri, ég held hann fara að nota hópinn aðeins meira. Ég er eiginlega á því að sko þessi Firmino öllmeiðsl hafi svona sett hann að stað aðeins í þetta rotation sem hann þarf að fara í og ég held að hann komið til með að setja Salanir á bekk. Ég held að Shaqiri fái sénsinn. Ég held að Firmino kom aftur inn og Mane haldi áfram. Það kæmi mér ekki á óvart að sjá Keita inni og væntanlega að vera Gini Wijnaldum hvíldur og ég geti trúað að Klein kæmi inn í hægri bakvörð. Þannig að ég held að vera svolítið rótað að restin eins. Hvernig fer þetta? Þetta var vel. Ég held að við tökum þetta 3-0. 3-0. Jep, staðfest. Sví. Nákvæmlega. Maggi, lokaðu á þetta. Sem ég sagði, ég held að vera svolítið, ég held að við erum ekki alveg komnir á þann staðina þó að fara að vinna eitthvað stórt, en ég held að 2-0, 3-1 sigur verði alveg svolítið. Það er ekkert í boði eitthvað annað hvort, sko. Við erum að fá konkrét spá, sko. 2-0. Já, þetta er aldrei bókartöld, þetta var ekki. Herðu, ég sá á mynd úr stúkunni af einhverjum stuðningsmanni Tottenham Southampton á síðasta leik. Hann var með VR svona myndagleru að síma sinna á einhverjum hérna á hausnum á sér að horfa á leikinn samt stattur á vellinum. Bara af þeim sökum á Southampton skilið að tapa 4-0 og þeir gera það. Herðu, ég held að dagskráin sem Einar, þú veist samt að við erum búin að fá okkur mark, það er ekki lengur hægt að vera bara... Það er komin ítt, vinur minn, við erum aldrei að fara að tapa leik. Ok, það er flott, tekk því. Herðu, hérna Steini minn, erum við aftur á Spáni í næstu viku? Já, það fer eftir ég kem heim miðvikudaginn. Á helvíti. Þú verður að finna nýjan bar þar sem er betri tónlist. Ertu að setja út á þessu tónlist eða? Já, bara eftir að við byrjuðum upptöku þá bara að hrundi það spilarum við þetta, sko. Já, við vorum að testa í byrjun, það var Bangles með Eternal Flame. Það er náttúrulega bara, það hljómar ennþá í haustum á manni. Það takk í kvöld. Takk.